Ok. Hvað höfum við hér? Nei, ef við ekki að segja, bara gaman að fá aldrei sig upp. Ok, þá. Sorry, Guðdís. Takk fyrir að hlusta á Stílbrot. Ef þið hafið gaman af, hendið endilega í follow eða skrifið umsókn eða bara bæði. Þátturinn er tekin upp í Klakin Studio og upptökustjórnar Bryndís Arna Sigurðardóttir. Jæja, Maja, hvað segirðu þá? Bara ágætt. Hvernig puttinn? Herðu. Lilla veislan með... Nei, segir svona ekki veislan. Ég náttúrulega bara eiginlega að skríða upp. Ég búin að liggja bara með eitthvað sýkingu og eitthvað. Já, ég búin að hafa smá ágjur að þér. Já, en ég er góð í dag. Okay. Og annað sem langar að segja, ég var búin að lofa því að það er búið að vera mynda nýja borgarstjórn þegar síðasti þátturinn kom út. Já, en það er ekki. Það er ekki ennþá búið? Nei. Ok. It's complicated. Já, þetta er líka mjög mikið veisn en ég hafna fyrir. Já. Þannig að já, það er, ég jumped the gun a little bit. Ok. En næsta þætti. En já, þá verður vonandi komið í næsta þætti, ég trú ekki öðru. Herðu, en ég er orðin eitthvað Zero fan. Þessi Raspberry Zero er... Já, hann er geggjaður. Geggjar, hvað er það með? Ég er með Elevate. Hann er mjög góður. Hann fæst í Krónunni, þess að satt nýji Zeroin sem er sítrónu og Raspberry. Mæli með því smakkið, þetta er eitthvað annað gott. Sko. Já, hann er mjög ferskur. En já, hvað... Vítamin vel fyrir gels. Vítamin vel fyrir gels. Minn Elevate. Já, en hvernig gengum við moskítógrúpuna? Herðu, ágætlega. Já, ok, segð mér. Helga systir, hún var náttúrulega... Number one. Að fara. Þú varst nú dálítið lengi að taka við þér. Já, ég bara fekk ekki innvætt í þessu grúpu, sko. Jú. Já, ok, ég sá það ekki. Já, Innvætt á Facebook er bara eitthvað frumskóður. Já, en ég er allan búin að fact-checka þetta. Þetta er staðfest. Þetta er staðfest. Já. Þannig að svo er bara spurning hvort það ná að fjölga sér. En það er vonandi ekki. Nei, það fundust í fyrra og eitthvað náttúrustofnun greindi þetta væri moskító. En svo er bara einmitt, munið að ná að fjölga sér. Sko, mér er bara mjög gaman og spennandi að fylgjast með hvað sem margir koma í moskító-grúpuna á Íslandi grúpuna. Já. Bara því þú ert admin. Já. En ég er samt ekki að halda með þessar grúpu. Ég er vonandi að þetta verða ekki stórt. Ég er líka ekki að halda með henni. Guð mig góður. En allavega. Já, hvað erum við að fara að tala um núna? Erum við ekki að fara... Herðu, ef við ekki bara, við erum með gest. Já, við erum með gest. Já, ef við ekki besta. Já, Aldísi Páls, ljósmyndara og verslunarstjóri Eva Laugavegi. Hún ætlar að koma að segja okkur alls konar skemmtilegt. Já, við erum búin að fá núna til okkar Önnu Friði sem er í marketing og Önnu Margréti sem er í PR og nú ætlum við að fá ljósmyndara en við ætlum að fá eitthvað nú bransanum í þessari seríu í nokkra þætti. Þannig að mjög spennt að heyra hvað við erum búin að læna upp 2 viðbót. Yep. Það verður spennandi líka. Þannig að bjóðum bara Aldísi velkomin í settið. Já. Herðu, við erum komin að vera með Aldísi Pálsdóttur í settið en hún er bara ein mín besta vinkona og hún er ljósmyndari og ef þið spyrir mig þá er hún bara besti ljósmyndari í heiminum og svo er hún líka tískuskvís og verslunarstjóri í Evu og Laugavegi og bara svo margt annað bara velkomin Aldís. Ég sko verða að viðurkenna ég náttúrulega veit örugglega meira um þig en Elspötu þannig að ég ætla að reyna að vera ekki spurt og svara með Andri en ég ætla að reyna fyrir að tala. En mér langaði bara aðeins að byrja á byrjunni því að ég og þú erum búin að fylgjast að og Maja, síðan við unnum saman allar í NTC. En síðan fluttu við báðar til Kaupmannahafnar á sama tíma, svona kannski vissum ekki alveg af hver annari fyrst. En ég veit að þú varst í ljósmyndanámi og ég var að læra fatahönnun og það var akkurat þar sem við byrjum að vinna saman aftur. Að því þú varst að mynda og ég var að læra fatahönnun og þú myndaði fyrir mig og þannig. En mér langaði svona bara aðeins að byrja smá þar. Þú veist, segja okkur aðeins, fórst ekki eitthvað 5 ára á ljósmyndanámi eða eitthvað? Þú varst... Jú, einmitt. Rosa langt síðan. Já, 2007, nei. Ég í rauninni útskrifast 2004 eða 5. Já, ok. Já, byrja 2000, bara eftir stúdent byrjaði ég þarna. Já, mitt. Og ég útskrifast hvað 2000 Sko, þegar við fórum að leika saman, að mynda þarna, þá var ég búin að læra. Já, og þá var ég farin að vinna á stúdíó í Kaupmannahöfn. Bara ekki einhverju stúdíó, bara flottasta stúdíó í Kaupmannahafnar. Og þú baust mér þangað þegar ég var að taka einhverja línu, taka myndir einhverja línu. Ég hef aldrei, ekki enn þann dag í dag,
komið inn í að fáránlega fallegt stúdíó, bara guðminn góður. Ég fæði lítið hjarta. Já, þetta var geðveikt. Og þetta ennþá til og starfandi. Þannig að fór ég mitt í heimsókn fyrir nokkrum árum, manstu, Já, ég þegar man varum eftir því. tískuvikunni. En þetta er rosalega virtur ljósmyndari, hvað heitir hann? Stín Ívald Já. heitir hann. Og ég man sko að, ég minn þið voru bara að taka myndir af fyrir öll flottustu tískumerkin, fyrir hirðina og drottninguna og bara allt það ekki. Og svo náttúrulega Andri litlu. Já. Já, þetta var æðislegt. Segðu mér aðeins, hvernig var að vinna í svona stóru svona batteríi? Það var bara ótrúlega lærdómsríkt og í rauninni fannst mér þegar ég var búin að vera þarna kannski í hálft ár fyrst, þá man ég hugsaði, vá, ég er búin að læra einhvern veginn miklu meira heldur en það sem ég var búin að læra í skólanum, þó að maður læri allt svona tæknilega í skólanum og hvernig, já, svona tungumálið, en þá er einhvern veginn allt annað þegar þú ert komin á völlin og bara, já, lærir af fagmanninum og hvernig þú ert að díla við kunnana og bara... Já, og ég fannst sko að það sem ég tók eftir því ég vann með þér fyrst sko, notabenni veit ekki, vissi náttúrulega lítið ljósmyndun og hvað sem flókið þetta í raun og veru, þetta er náttúrulega svaklega getur verið það. Þú veist það þarf mörg horn að líta, þú veist, og held að fólk átt sér ekki almennt á því, þeir bara taka mynda síma sinna einhverja, þú veist, eins og ég þegar ég með myndavélina mína, eitthvað svaka fínu myndaveli, kann bara setja átó-skilur, en það sem ég tók eftir þegar ég fór fyrstu myndtökunum með þér, að því ég hef búin að fara svo rosalega margar myndatökur, bara gegnum tíðina, með, þú veist, gegnum vinnuna mína, mér fannst þú svo tæknilega klár, ég var bara, oh my god, þú veist, sérstaklega að taka inn í stúdíói, þú veist, ég veit ekki eins og hvernig maður segir þetta, hversu hratt ljósið fer og allt þetta, þú veist, er þetta, myndir þú segja, sem þú lærðir í skólanum eða hjá honum eða bara bæði? Bæði, en samt í rauninni skólanum, og svo bara lærir maður á því að fikta og gera villur, þú veist, fikta og mistakast, maður lærir ótrúlega mikið af því líka og auðvitað að horfa á þann sem að kann þetta og sjá hvernig... En hver er svona frægasta skvísan sem þú tókst myndir af þegar þú varst þar? Ok, sko, ég ætlaði að, ég held kannski fyrst að ég myndi segja krónprinsinn og prinsessan eða eitthvað þannig, skilur af því að það er eitthvað svona basic, en leið og sagður þetta núna, þá fæ ég hérslátt af því að Helena Kristiansen kom. Já, ok, myndaði hana? Já, eða þú veist, hann myndaði hana. Og hún var alveg ædol mitt í gamla daga. Já, við höfum hitt hana saman. Svo hittum við hana einmitt eftir á og já. Þannig að ég veit ekki hvor er frægari, eða þú veist, hún er alltaf svona mikið skvísa. Þannig að og nú er hún fann að mynda líka. Ég veit það. Hún er alltaf skvís, nei. Já, hún er gorgeous, þessi kona. Já, hún er rosa flott. Já, geðveikt. En þá vorum við að gera verkefni og hún tók þáttið í fyrir Bono í YouTube. Já, einmitt alveg. Þú ert svo hóvar. Og ég bæði væg, ég ætla að hrósa þér fyrir átveitið, sé að við erum mjög mikið stíl, það er ekki planað. Ég vandaði mig. Og mjög fyndið, allir í settinu mætti hvíti í dag, líka þeir sem þið sjáuð ekki. Þetta var ekki planað, en mjög skemmtilegt. En hvað er svona tekur mest með þér út úr þessu, þú veist, þessum árum? Það hljóta að mótaði mjög mikið, ekki? Já. Varstu aðalega mynda tísku þarna? Já, hann var sem sagt, hann var bara að gera aðal tískuna sem að var framleitt frá Kaupmannahöfn og Danmörku og þú veist Svíarnir og Norðmennir komu líka til okkar og svo var hann með sem sagt svona fína fólki sem að þú veist tímdi að koma í portrétt til hans. Margréti og slæs. Já, en hann fylgdi eiginlega sko, hann byrjaði að vinna fyrir Friðrik prins þegar hann gifti sig. Þá byrjaði hann að taka brúðkaupsmyndirnar þeirra og svo fylgdi hann þeim og var svona heyrður ljósmyndari þeirra sem er orðin kongur í dag. Akkur manni alltaf eftir eitthvað sögu þegar þú bankar hjá þeim bara á höllinni. Bara allt í stök. Friðrik nei, hvernig var það? Já, þú veist, maður er bara, við erum bara litla Ísland og við erum bara Íslandingar sem getum allt og segjum bara já og ekkert mál, gerir það. Og ég átti eitthvað tímann að fara með myndir beint til hans sem hann átti að
skoða yfir og samþykja og það mátti ekki senda það með póstinum eða út af því að þá getur það farið á flakk og farið í birtingu sem það mátti ekki þannig að ég var senda á hjóli og með myndir í bakbúka og og ég bara, já, ekkert máli, ég fer bara með þetta til prinsins og ég fæ bara einhverju adressu og ég banka bara okkur hurð. Þetta er bara ekki Amalíborg? Jú, þetta er það. Já, ok. Ok. Og Höllin? Já, ég banka bara og spyr, Friðrik heima? Nei. Obviously. Ég að koma með delivery til hans. Og já. Og hvað var sagt við? Það var bara, þú veist, mann bara bankar ekkert og byrjum Friðrik. Nei. Við veitum það núna. Við veitum það núna, en þetta kosti skila á endanum. Ok, geðveikt. Það er ekki allir sem hafa bankað og spurt Friðrik heima. En síðan kosti heim, fórstu þá beint í birtinga, hvernig var? Nei, þú varst finnaði fyrst sjálfstætt, eða ekki? Já, þá fór ég bara heim og byrjaði bara sjálfstætt, já, gera bara alls konar. Ég var í rauninni í fullri vinnu, ég var búin að vinna ógeðslega mikið úti og ætlaði að koma heim og taka mér svona 3 mánaða bara pásu sem að fór þannig að ég var bara í fullri vinnu fyrsta mánuðin. Ég ger alls konar greiða fyrir fólki mitt, eða þú veist, þannig að ég var í launalausri vinnu í mánuð. Það var bara, getur þú ekki komið myndavælina, típan? Ok. Og svo bara einhvern veginn, þú veist, spurtist það út að ég var komin. Það er nefnilega líka málið að þegar maður gerir greiða þá stundum fer maður tilbaka, svona. Já, mitt. Og já, ég bara fann mér stúdíó og já, fór bara einhvern veginn svona smátt að búa til eitthvað. Við vorum að vinna saman þá, þegar við erum búin að vinna saman. Við erum búin að vinna saman síðan út í Kaupmannahöfn, eiginlega, þegar þú varst í skólanum. Já, einmitt, sem er svo æðislegt, elska það. En svo varstu á birtingi mörg ára, ekki? Jú. Og þá varst það myndi fyrir Nýtt líf, Vikuna og eitthvað fleiri blöða, ekki? Mjög Gestgjafan og Hús og híbýli. Já. Þannig að ég kom þangað inn og svo tók ég við ljósmyndadeildinni þar. Og var þar í svona tæp 5 ár, öllus. Saknaðlega smá eins og Nýtt líf og svona. Saknaðist mjög mikið líka og hafa íslenska tísku og íslensk tímarit. Já, glamúr og, já, einmitt. Það var nefnilega svo skemmtilegt, glamúr var til þarna á þessu tímabili þegar ég var hana líka. Já. Þannig að við vorum bæði með Nýtt líf og glamúr sem er geðveikt, þú veist. Ógeðslega flott. Þetta er erfið bransi og þú veist, ég fann það alveg þegar við vorum þarna, þú veist, það var allt einhvern veginn að færast yfir á stafrænt og þó að ég var að vinna þarna og með aðganga, þú veist, öllum uppskriftum og þú veist, búin að smakka fullt af uppskriftum hjá gestgjafanum og það var samt svo auðvelt að bara googla uppskrift, hvað það er matinn. Já, þannig að það er ótrúlega skrítið og einhvern veginn, við erum einhvern veginn, þú veist, þessi blöð ennþá til. Vegan. Já, ég meina, þú veist, hvenær ertu að lesa þetta? Nei, ég meina, þú labbar hann á Hárgrímsstofu þar allir í símanum, því miður. Já. Þannig, en þau eru nú komin smá að hluta til inn á social media líka og þurfu ekkert að blanda því saman eins og Alrún og þeirra glamúr gerður reyndar listilega vel hann á sínum tíma. En þetta er náttúrulega bara doppul vinna og við reynum verið sama og kom fram í The Devil Wears Prada myndinni sem við fórum á. Ég veit þú veist, þetta er bara svona. Þetta er bara svona. Þetta tæknin er fleygt svo hratt fram. Já, og þetta við svo marga geira. Þetta er svo verða eða svolítið mörg störf sem að detta út. Sem er ótrúlega sorglegt. Já, bara allstar. En hvernig er svona stafræn tækni og hraðinn? Hraðinn hlýtur að hafa rosalega áhrif að þig. Þetta er mjög langar aðeins að segja og ég hef farið með þér í marga myndatökur. Og við förum þarna yfirleitt tím og það er, þú veist, hár og það er make-up og það er módel og þetta er alveg svona heilmikið skipulag fyrirfram. Svo þetta er ljósmyndarinn sem er þú og síðan einhvern veginn er heill tökudagur sem er bara ofta ógeðslega erfiður dagur. Þetta er náttúrulega mjög mikið einhvern veginn að mun og ekkert má klikka og þetta er dýrir dagar og svona. Og síðan er allir bara it's a wrap, allir fara heim og ég hef heyrt til með þér, bara get ekki bara fengið myndnar í kvöld eða eitthvað svona. Minnst fólk hafa engan skilning á því að þú tekur daginn en það ertu bara rétt að byrja. Þú átt aðalvinnuna eftir. Já, og það er hellingu líka búið áður. Það má heldur ekki gleyma því. Þú veist, það er kannski búið að vera að fara á location scout og hversu, þú veist, hvað maður að meta það til dæmis. Þú veist, þegar ég er búin að vera í ykkur ár að skáta, þú veist, potential
umhverfi fyrir myndatökur og bara ekki nota þetta núna, ekki nota þetta, ég ætla að geyma þetta fyrir eitthvað flott, þú veist, og hérna, þetta eins og bara með tónlistamann, þú veist, sem að spilar á tónleikum í 2 tíma, en hann búin að vera alla æfina að æfa sig, þú veist, að vera svona fær og klár, en hérna, já, og þú veist, svo náttúrulega bara samskiptin við alla, þú veist, maður kannski að hafa samband, þú veist, ég kannski hafa samband við mótilinn og hérna, ferðarendumina líka, jafnvel, og þú veist, finna tíma fyrir alla, þetta er ótrúlega mikið, utanumhald. Og svo þarf það að vinna myndnar eftir á, áður hún skila þeim. Það tekur líka langa tíma. Já. Og mér veist fólk ofta ekki átt að sjá því. Já. Ég hef verið með þér, af því ég veit að þú hefur tekið myndi víða, ekki bara á Íslandi, ég hef verið með þér á tískuvíkuna sem þú varst að taka myndi fyrir tískuvíkuna og ég man eftir því að hafa verið með þér á hóteli, ég voni mig að segja frá þessu, það sem að þú bara sást ekki neitt, út af því að danska merki sem þú varst að taka fyrir, það vildi þú myndina strax, það vilja allir fá allt strax, annars er þetta bara síðustu viku og bara dáið, skiluru og þú varst bara, tókst all-nighter á hótelinu meðan ég svaf. Já, svo þurfum við að vera ógeðslega sæta daginn eftir líka að mæta okkur Þetta er svona næstu Mission Impossible finnst mér og mér langar, mér finnst þess að fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu. Já, þarna langar mig líka, þú veist, að já, og þú veist, nafni mitt stendur alltaf við þetta, þannig að þú veist, ef ég mæti og gerir bara eitthvað og hendi því bara einhvern veginn og alveg sama og það verður bara eitthvað crap. Það er náttúrulega eitt sem þér er ekki, þér er aldrei alveg sama. Nei. Þannig að þú veist, mér langar ógeðslega til þess að gera hluti fyrir viðskiptavina sem að er bara, vá, hvað þetta er flott til þess að vera bókuð aftur eða bókuð í eitthvað annað eða, og líka bara svo ég sé stolt af því, þú veist, ég sjáðu, ég ger þetta, þú veist, ég vil geta sagt þetta í hvert einasta verkefni og þetta tók ég líka með mér inn í birting vegna þess að við vorum til dæmis með eitt blað þar í eitthvað tíma sem heitir Júlia, sem er fyrir krakka og hérna, ég var ekkert að fara að mynda fyrir það, hérna, ballettstelpu eða eitthvað svona og ég tek allan gýri með mér og fólki og hérna var bara byrju Getur bara tekið þetta og sína þeim? Já, þú veist, bara hérna en bara barnablað. Já, þú veist þarftu að taka þetta allt með og ég bara heyrði krakkar já, því ég ætla bara að gera ógeðslega flotta mynda þessar ballettstelpu og hérna, og vera stolt að ég geta sýnt að, þú veist, ég sett nafnum mitt við þetta. Já. Þannig að hérna, mér fannst líka smá svona leið og ég bara sagði þetta og þá var allir alveg, já og fóru að vanda sig líka, eða þú veist, sem er frábært. Já. En já, en svo er líka mikil breyting með öllum þessum myndaöppum og svona, eins og við höfum oft verið að tala stelpur eru bara að taka mynd og svo bara mjóka mitti, stækku augun og aðeins herrkimpen, aðeins breiðari varir, þú veist, þetta er allt orðið svo, og svo allir þessi filterar, þannig að mér finnst stundum eins og við höfum á tímabili allavega farið smá off-track bara, veistu hvað það er að meina? Já, mér finnst þetta alveg hræðilegt sko, og mér finnst þetta alveg skeri og hérna alltaf er það einhvern veginn plat og þú veist. Og svo kom AI og hana það allt, skilur. Já. Og ég meina hvernig, þú veist, að því nú fæ ég auglýsingar í símum minn, ég veit ég hef sagt þér þetta, bara að því, ég veit ekki hvort ég fá þér að því að ég er inn í einhverjum algoritma í eigi fyrirtæki, það kemur bara, þú þarft ekki módel, þú þarft ekki fyrirsætu, nei, þú veist, ekki hérna förðunadömu eða hárgreiðsludömu eða ljósmyndara. Þú bara lætur myndaflíkinni og AI gerir bara allt og kostar þið miklu minna. Já. Þú veist, Já. Erum við bara að frenda þar eða? Nei, en þú veist, það eiga allir eftir að prófa þetta eitthvað og hérna, og koma að staði að þetta virkar ekki. En þú veist, þetta virkar kannski fyrir eitthvað. En hérna, en ég meina það er bara ótrúlega erfitt líka að hérna, þegar þetta er í gangi, þá kannski minnka verkefni hjá ljósmyndurum, skilur við, og það er þá bara ótrúlega erfitt sú bið, skilur við, það er ekki allir sem geta beðið eftir þessu, hverjir fljóta þá ofan á fróðunni. Já, einmitt. En já, þetta er bara, þetta er ótrúlega skrítið og hérna, og við erum einhvern veginn að fá að upplifa þetta einhvern veginn aftur og aftur og aftur finnst mér, eins og bara þú veist, við erum að upplifa það að Facebook vera til og við erum að upplifa það að Instagram vera til og við erum að upplifa það að áhrifavaldar verða til. Þú veist, þetta er eitthvað, þetta er svo margar öldur og þetta er svo mikið og mikill hraði einmitt. En þú veist, við þurfum bara að passa okkur svo mikið líka, halda í það að vanda okkur. Ég veit það. Þú veist,
vanda okkur að skrifa greinar, ekki láta eiga að gera það bara allt, skilur, en þú getur notað þetta á eitthvað svona uppbyggilegan hátt með aflaður upplýsinga og þú veist, og Já, læra. ég noti þetta alveg mjög mikið, en þú veist, mér finnst svona, dreig línan, ég myndi aldrei hafa held og kannski eitthvað tímann eftir að taka þetta tilbaka, en ég ímynda mér alltaf að kunnin minn vilja sjá íslenska stelpu eða eitthvað í fötunum mínum en ekki eitthvað plat. Sko, ég heyrði einu sinni að kremfyrirtæki var að búa til sitt fyrsta Módel. ég bara að vissi ekki hvernig ég ætti að sína svipurði þegar þetta kom upp að því ég bara byrju það má ekki Nei. þú veist En það líka annað sem kannski fólk gerir sér ekki grein fyrir að því að ég var til með þessum daginn prófa að auðlýsa svona á strætóskýlum og svona skiltum og þá bara fór ég að skoða hvað myndi ég ætti að setja og það er bara smá trikki að því að þú veist, þegar ég var búin með myndatöku með þér þá, þú veist, borgaður maður eitthvað X fyrir módeli eða eitthvað X fyrir ljósmyndaran og það er alltaf, ég held að fólk átt sig ekki á því, það er annað verði ef það fer í strætóskýli og já, þú veist, með svona myndbyrtingu campaign og ég meina að þú veist, fólki sem ég var að tala við í síman sem var að selja með ölsingan vissi það ekki fannst mér að þú veist, maður þarf að gera öðruvísi samninga við fyrirsætuna því að þú nota myndina lengur enn í ár þá þarf að borga henni aftur og allavega þannig þetta sé líka hluti sem ekkert allir gera sér grein fyrir og mér finnst við verum svona smá að slá af og við verum að bera virðingu fyrir vinnunni þeirra líka, skilur mig en og svo líka með þetta má breyta myndunum þú veist. Nei, þetta má það ekki Ég held að fólk átt sér ekki á því að þú átt myndréttin þó að ef þú tekur mynd fyrir fyrirtæki þá átt þú samt myndréttin þó þau hafa borgaður fyrir að taka myndunar. Já, þau kaupa byrtingarétt í rauninni. Í raunveru. Ég held að fólk fatti þetta heldur ekki. Mér finnst mjög margt svona sem er svona vantar skilning eða bara fáfræði á þessari grein eða eitthvað. Já. En já. Svo bara best að vera í samtali. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist. En hvað er það svona sem fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir? Já, til og með þess að þú átt myndréttin og kosta meira myndin að fara í herferð. Já, ég veit það ekki. Kannski bara eins og þú veist að tala að þetta taki allt svona einhver tíma og þú veist, ég verð sjálf stundum óþolinmóð, þú veist, að því að ég er náttúrulega að taka á góðar græjur, fælarnir eru stórir og þá tekur allt einhvern veginn lengri tíma, þú veist, bara biðin þegar ég þarf að lóta myndum inn til þess að geta skoða þær í tölvunni og ég tek á hráfæla þá fæ ég bestu upplýsingarnar í alla pixlana en þú veist, en ég get alveg bara tek 20 mínútur, þú veist, nenni ekki að býja 20 mínútur af því að maður vill bara, þú veist, airdrop bara, þú veist, já. En við höfum bara zero tolerance og svo þarf að, þú veist, lóta þetta inn í annað kerfi og svo þarf að lóta þetta í annað kerfi og þetta er bara, þú veist, þetta er bara tekur bara tíma Já, og þetta kostar allt, þú veist ég þarf að geyma þetta, ég þarf að eiga alls konar geymsluplás og geymsludiska og Svo held ég að séum komum líka smá hring þú veist, af því að ég var að segja þér daginn, skilur, ég var í skíðaferð með stelpunum og við vorum að skíða bara niður og stoppar okkur ljósmyndari ég sé bara með alveg græður og svo þú átt og spyr hvort það með taka eitthvað mynd og við vorum ókslega glaðar og svo tekur hann mynd og við stöndum allar með skíðu upp í loftu eitthvað ókslega flott mynd ég sett hann í story, ég fekk spurninga frá ekki smá mörgum, bara haha, að því myndin var svo rosalega fín hjá honum og ég veit ekki hvort hann hafi rétt eitthvað skíðin af eða gert eitthvað þannig við vorum allar bara fullkomnar og þá trúir enginn þá og það sé alveg mynd og það er smú leiðilegt veistu hvað ég meina? Að það var svo fín myndin, skilur við? En svo erum við líka kannski komin eins og að tala í hring. Man langar bara til að sjá alvöru og þessi kona sé bara með bólu já, skilur við? Og þú veist, ég veit alveg marga ljósmyndara eða einhverja sem að ég hef verið að tala við sem að bara vilja byrja að taka á filmu aftur. Það tekur náttúrulega miklu lengri tíma og þú sér það ekki strax hvort þú sér að gera ykkur vitleysu. Nei, mér finnst það reyndar alltaf svo ógeðslega flott. Og þannig að ég hef pröfað að gera það, þú veist, meðfram gera það líka og ég veit að þessi sem ég er að vitna til hefur gert það líka, þá er hann í rauninni að gera tvöfalda vinnu, en kúnnin vill fá þetta strax Já, og hann vill öryggið en svo þegar þau sjá, skiluru hitta þá er það líka ógeðslega skemmtilegt og nýtt núna því að þó þessi gammalt og svo er hægt að, þú veist, einmitt fara í alls konar myndisluforrit og gera digitalið eins og það sé tekið. En hvað er svona skemmtilegast við þessi vinnu?
Bara held ég ævintýrin sem þetta drega mig í og Staðan sem að fara. já, og bara alls konar ferðalög og Þyrluflug. Þyrluflug. Ég fór eins og með henni í þyrluflug, ég veit ekki hvað ég fekk að koma með, en ég sest inn í ykkur að þyrlu, aldrei farið þyrlu áður, og svo segir maðurinn við hana á ensku bara, you want a door or no door? Og ég leiði, door? Hvað og Aldís var bara, hún hugsaði sér ekki einu svona no doors, þannig að við fórum í hurðalausri þyrlu, svo hún geti nátt betri myndum. Það var pínu kalt aftur, ég veit ekki hvernig það var fram í að þér, ógeðslega gaman, en það varst að mynda eldgósið mitt. Já. En það var ævintýri, ég fekk að fara með því. ævintýri, já. Já, þú hefur gert ótrúlega margt svona skemmtilegt. Fara út allt Ísland á ótrúlega skrifna staði með erlenda kuna og bara, já, einmitt, örugglega ótrúlega skemmtilegt að fá að upplifa þetta allt. Ég var eins og keyrt upp á jökul og og beið þar í ykkur 2-3 tíma eftir hjónum sem voru nýgift og ég var með minn eigin lífvörð og bílstjóra. Eðlilega, mjög nauðsynlegt að vera á jöklum Íslands. Þetta rænt. Já, og til að fara með þeim í smá gaman og taka myndir að þeim í leiðinni. Fældi í þessu. Svo bara, já. Og þau komu sér þyrlun alltaf, já, einmitt. Þau komu á Eðlilega. sér þyrlu sem þau fluttu inn til landsins. Að það Það var var ekki ekki til nóg nóg flott. fín þyrla. Nei. Þetta er misjandi að fólki, hvernig brúkusmyndnar eru. Það er gaman. En svo ætla ég langar mér að fara yfir í líka lúkki, af því ég veit þú ert ekki bara tísku ljósmyndari. Og ég fá mér. Já, fáðu kaffi. Við erum að taka núna upp á morgun, við erum yfirleitt seinnipartin á kvöldin. Já, það er svona fáið Þessna fá einhver við kaffibólla. En ég gaf þér núna, þetta er nýju uppáhaldsminn, vítamín velferði gels. Já, ég var smakkað. Zero raspberry, hefur smakkað hennan? Nei, ég er ekki búin að. Hann er eitthvað annað góður. Ég sverða. Hvernig gengur? Tappinn fastur á. Þetta er by far bestur held ég. Ég segi alltaf. Þeir eru svo góðir, en þessi er alveg algjörlega að ég er bara svona nýbúin að smakka þetta bara. Ég var alltaf bara með lemon, sem er líka góður, en þessi er bara eitthvað, það sem ég geggjað. Mjög góður. Og svo ótrúlega svalandi. Ertu vítamín vel gæla? Já, ég er það. Strákurinn minn, hann byður alltaf um þetta. Þannig að þetta er búið að vera til bara, já, lengi. Já. Í skapnum hjá mér. Já, geðvægt. En já, ég ætla að segja, við ætlum að fara núna yfir svona úr tískuljósmyndinni yfir bara í lúkki og bara tísku almennt, því þú ert ekki bara tískuljósmyndari, þú ert líka verslunarstjóri eða ekki einni fallegustu verslun Reykjavíkur og ert að vinna þar og sér innkaup og annað. Og hvernig, þú veist, já, hvernig kom það til? Nei, þau svara líka. Það er svo skemmtilegt. Já, finnst það ekki fallegt? Jú, mér finnst það eiginlega ógeðslega sniðugt. Ég er nefnilega, það gerðist alveg óvart og einhvern veginn bara á alveg réttin tíma og svo fyndi hvernig lífið bara einhvern veginn gerist. Lokka mann áfram. Já, það bara þegar ég, þú veist, flytt út og fæ þess að vinna úti, þá bara gerðist það alveg óvart og sjálfur sér einhvern veginn. Og þetta var svolítið svoleiðis líka. Ég var semst að, ég var að kenna dóttur minni að svona fylla út CV og slengja minni og fara inn á Alfreð og ég er eitthvað að skoða svona með henni eitthvað störf sem er í boði og þá sé ég bara að það er verið að auglýsa verslunarstjórastöðu í Efunni. Okkar gamla góða vinnustaf. Ég bara heyrði, þetta er sparibúðin hennar Svöfu. Fína. Bara, oh my god, mér langar nú bara að fara að vinna þarna. Og svo var ég bara, já, þú veist, það var ekkert að spáði því. Hann hendi inn sem sagt umsókn á loka degi á þess að, þú veist, hugsa frekar út í það. Var á, á blúsandi, bara ógeðslega mikið, aldrei verið jafn mikið að gera hjá mér að mynda. Enga tíma. Þetta í hug. En og svo fekk ég bara símtal að koma í atvinnuviðtal og ég eitthvað, ups, hvað er ég búin að koma mér út í? Var það Maja? Nei, Jústar. Maja hefur örugglega verið hliðin á henni. Að ég bara, oh my god, hvað er ég búin að koma mér út í? Að því að ég var alltaf að vinna og við fyrir Svöfu í gamla daga. Þetta er svo mikið perfect match. Áður en að ég fór að læra, þá var ég byrjaði morgun og þú líka morgun. Já, svo eru við saman 17. Já.
Ég man mér þá svo ótrúlega gott að hafa því í 17, sérstaklega var ótrúlega mikið að gera, þú veist, ógeðslega skipulögð. Ég var alltaf bara, þú tókst alltaf kassan, manstu? Já. Já, þú veist bara, þú veist það klikkar ekkert hjá þig, það var bara allt í tíski. Kaffetímana og... Já, ég veit það. Þannig að þetta er svona fullkomu með, það er ennþá í tísku og finnst það ekki skemmtilegt? Mér finnst það æðislegt. Ég bara henda mér ótrúlega vel og finnst það bara mjög skemmtilegt. Ég fór beint út á tískuvikuna. Já, bara fyrstu daginn í vinninni. Já. Og þú hefur náttúrulega komið 100 sinni þangað. Já, og það var þetta var eitthvað eins og eðlilegt. Þetta var bara eitthvað auðvitað er ég að fara að gera þetta bara núna. En hvað er svona áttu eitthvað uppáhalds átfitt? Nei. Ég Gott svar. Já, ég er bara einhvern veginn þannig að ég verð að vera í einhverju þægilu. Já, ég er búin með hitt og nenni ekki að vera í á þröngu og beauty is pain er eitthvað svona sem ég nenni ekki. Ég vil freka bara vera fín og þægileg. Já, en það er líka bara æðislegt. Maður er sætari að mann líður vel. Já. En ef þú væri með, mætti kaupa reyna tösku, við spyrjum alla þessu. Já, einmitt. Nú mættur hvaða tösku myndir þú kaupa? Ég vissi eiginlega þú myndir spyrja með þessu. Já, ég veit þú vissi. Og ég er alveg bara svona, ég er ekki alveg viss, sko. Auðvitað, myndir ekki kaupa strátöskuna sem við vorum að skoða í búðinni, hvað heitir hún? Frá Sérdarell. Já, hún mest hún svo flott. En það er bara að hún er on my mind núna. Já. Svo flott merki, Sérdarell. Já, það er rosa flott. Og rosa flott taska. Ég myndi, ef að, þú veist, skiptir ekki máli hvað kostar, myndi mig langa í ykkur og svakalega flotta Chanel-tösku. En ég hef ekkert endilega verið, þú veist, kannski, ég hef einhvern veginn vitað að ég ætti ekki svona mikið pening, þannig að ég er ekki búin að leiða mér að skoða þetta. En auðvitað verður það gaman. Já, auðvitað. Við munum allar enda með eina slíka í daginn, skilur. Er eitthvað kaup sem þú sérð eftir að hafa keypt eða hafa ekki keypt? Ég held ekki. Nei. Ekki endilega. Ég held því sem er skynsum, sko. Já, algjörlega. Já. En ég er meira með sem ég hef ekki keypt, heldur en sem ég hef keypt. Já. En þetta er, þú veist. Ég staldra ekkert lengi ekki við svona. Ég er það bara að gleyma þið bara. Er þetta með eitthvað svona einu uppáhaldsflík, svona allra tíma? Svona flík sem er alltaf aftur og aftur í? Ekki. Nei. En ég hef verið rosa duglega að nota þitt. Já. Já, og hef haft margar uppáhaldsflíkur frá þér. Já. Og ég hef kannski svolítið átt svona uppáhaldsflíkur og notaði mikið. Leggstu sortur eins og ég. Já. En það er kannski að breytast smá, því núna þegar maður er alveg einhvern veginn ól inn í þessum bransa, þá þarf maður alltaf að vera að prófa og móta. Já, mann langar alltaf eitthvað nýtt að maður vinnur í búð, eitthvað sem maður myndi ekki vita að maður langar í að maður væri ekki að vinna þarna, ég veit það. En er eitthvað sem þú myndi segja að vera must have í skápinn fyrir sumari? Sko, ég hef einhvern veginn alltaf keypt mér nýja strigaskó þegar það kemur sumardagurinn fyrsti. Það hefur verið eitthvað regla svona fyrir mig og mína krakka. Hvernig skó fegstu þau núna? Keyptir þau ekki núna á sumardaginn fyrsta? Pass, slerku. Sko, við erum að bíða eftir við erum að bíða eftir hérna sumarstrigaskónum í Öfuna. Þeir eru eftir að koma. En jú, reyndar keypti ég hérna svona, heitar ekki socks? Hvað heitar þér? Hérna svörtu Nike-skónir. Ég er búin að kaupa með þá. Socks. Okay. Með gormunum að myndi? Já. Já, þá. Þannig ef ég myndi spyrja því að hælar er strigaskór, þá myndir við væntalega þetta eiginlega hæli núna. Ég elska skónum sem þetta í núna. Já. En þetta ekki úr Öfunni? Já. Hérna, ég er samt meiri komfortin, sko, en mér finnst samt rosa gaman ef ég er að fara eitthvað fínt að vera í fínu alveg neyri í skó líka. En þú veist, ég er þarf alveg að vera dröslast út í hrauni og þú veist, eitthvað svona klungrast. Ég hef síðan stallingarna sem á stundum í þess að mynda. Ég veit ekki hvernig það er hægt einu. Þannig að þú veist, ég þarf að eiga góða þannig skó og hérna hæla skó en sko þú ert meira pinnahæll. Sko ég er smá beauty is pain. Ég gat alltaf gengið því að vaknaði morgun með þessu illt í bakinu en ég sitt hér samt í þessu. En ég sitt líka. Ég myndi heldur ekki labba landið. En ég er í svona aðeins viðráðanlegri hæl. Herðu, uppáhaldsvaraðin frá Blue Lagoon Skin Science og svo verði ég að spyrja einu öðru sem ég glemdi á þann. En ég bara, ertu með uppáhaldsvöru frá Blue Lagoon Skin Science?
Já, eiginlega, þá, sko, mér langar smá að segja varasalinn. Hann út af er því að náttúrulega bestur. hann er ótrúlega góður og ég hef alltaf keypt hann í október þegar það er bleiku slaufan. Af því þau hef alltaf verið að selja hann einhvern veginn Já. með ágáð til bleiku slaufanar. Ókei. Þannig að ég hef alltaf náð mér í einn þá. Svo eru þau bara komið með svo mikið nýtt núna. Ég til dæmis er ekki búin að prófa hérna Æsirumi. æsifræmi Það er náttúrulega æði. og þú veist, ég er búin að prófa serumið, það er rosa gott og hvítimaskin er ótrúlega góður. Já. En þetta er ótrúlega gott. Margar góða verið Já, að og velja. svo finnst mér ótrúlega flott líka hérna skrúan sem þau eru með. Nei, líkillin. Já, þér langar sér líkill. Mér langar sér líka. Já. Hann er snilt. Nærð En ef öllu úr. þetta er varasalur núna, Yes. hann er líka bara eitthvað svo smart núna. Fíla, þú veist, túpuna. Ég elska hann varasólu. Hann er svona ekki of stykki og hann er shiny, hann er smá svo gloss, þú Já. veist. En ok, ég glemdi að spyrja eina þann. Ég ætlaði eiginlega að spyrja þetta er eitt sem ég veit sem gerðist fyrir þig, sem er náttúrulega Já. svolítið hræðilegt, sem gerðist fyrir þig. Þú varst að vinna úti í flottast ljósmyndstúdíunum hjá Stín. Já, einmitt. Og þú ert eiginlega ótrúlegt en sagt Ég er næstu því alveg það. einu yfir ljósmyndarinn. Já. Já. Og ég stundum velti fyrir mér. Ég meina, þú veist, fyrsta lagi er þetta rétt auga að þú ert að færa myndavélina yfir að hittu. Viltu segja okkur aðeins frá þessu rosalega ævindiri? Já. Hérna, þetta fór í aðalaugað. Þetta fór í aðalega. Ok, Já, segðu ég okkur þurfti að hvað skipta. gerðist. Ég fekk semst að glerbrot í augað. Í vinnunni. Í vinnunni, já. Hvað Og varst það að eyðilagði gjöra? mig. Ég var að hita mér kaffi. Þetta er ömulegt. Þetta er ömulegt. En hérna, þetta bara gerðist og af því að ég var að fylgjast með og horfa á og þá fór þetta beint í miðjuna á auganu. Þannig að þú varst að hita kaffi í örbylgjófni. Og hvað það danst? Já, eða þú veist, hita mjólkina til þess Já, að flá hana. já. Og hérna, og rekst, það er svona diskur sem snýst inn í örbylgjófninum með svona kanti og örbylgjófnum var geymdur svona upp á ískáp, ekki gera það, krakkar, eða þú veist, ég veit ekki, þú veist, hver er, hérna, já, og það brotnar sem sagt diskurinn sem er undir og glerbrot fer í augað. Það gerðist og hérna, og já, við kannski sýnum mynd. Já, getum sýnt mynd. Getum sýnt Það mynd. er styrlasta mynd sem ég sé. Það er sérst augað á Aldísi með zigzag saum, allan hringinn bara sem ég Já. hef gert það í saumælinu minni. Ég skil ekki neitt. En sérst, þú Það er ferði upp á seinna. spítala og ég man að þú sagði mér að hann sagði við þér, allt í lagi Aldís og þú bara já, en það stóð glerbrot bara út úr Nei, augunni. ég greip það. Þú greifst það? Já, og það var alveg svona stórt. Já. Og hérna, og ég sé bara, þú veist, hvítt með augunni. Og þetta var jafn vont og pótávart í augað. Já, ok. Já, það var, þú veist, bara eitthvað svona, mér datt ekki í hug, þetta væri svona mikið Alvarlegt, vesen, sko. já. Og hérna, og hann bara, hvað gerist? Og ég eitthvað, ég fekk eitthvað augað. Og ég eitthvað svona, er að fjalla við, þú veist, glerbroti og gera eitthvað svona, þú veist, að reyna eins og maður, þú veist, eins og sért með eitthvað, Já. þú veist, eitthvað skít á auganu. Og hérna, og það sem gerist er náttúrulega bara að, þú veist, allt verður, þú veist, það er svona, þú veist, það verður, Móðukent. já, þú veist, ef að þú hefðir litið á mig, þá hefði ég bara verið með alveg svart auga, af því Já, að það slaknar á öllu. Já. Og hérna, og ljósmyndarinn fekk náttúrulega bara sjokk og er bara, mynda, anda. Ég fatt ekki hvað það væri Alveg. mikið vesen. Nei. En hérna, en þetta var alveg bara hellingsvesen og svo er kannski, þú veist, það er ekki, en kannski er ekki búið að laga þetta alveg. En þú sér smá með því? Ég sé mjög illa með því, bara eiginlega, ég sé mjög illa með því. Ég er með 5% sjón á öðru augunum. Vá. Og þurftur það að skipta þú veist, hlið sem Já. tekur með myndin, var það ekki? Já. Nei, ég spáði ekki í því. Þú ert svo jákvæð, guðmungur. Ég bara, þú veist, það bara þurfti að gera það og hérna og, Þú varst já, náttúrulega með lapp í smá tíma, Já. smá töff tíma. Já. Það var svolítið sætt með hann, fannst mér. já, og sumir heldur að þetta væri bara eitthvað lúk. Þetta var vist lúk. Það væri bara með eitthvað stæla. En þú ert alveg ennþá í dag að díla við þetta, ekki? Það er ennþá að fara til læknis og svona. Nei, eiginlega ekki, sko, en það er, ég held að sé bara út af því að ég er ekkert að, þú veist, spá í þessu núna, en það sem að var gert síðast við mig var bara, held ég,
ég man það ekki svona, 2000 og, En ég held að það sé bara það er svo ótrúlegt með hvað þú ert með fallegt aug A, má geta sagt það við þig. Þú veist, þú tekur allt svo flotta myndir og allt svo fallegt sem hún snertir og það er bara með eiginlega einu. Já, ég er ekki viss með margir ég er með 120% sjón á því. Já, ég veit það, af því þú sér sem ég sé ekki, ég er ofta að spyrja þig. Já, en á ég segja eitt Já. sem er svolítið skeri, þegar ég var, þú veist, bara krakki eða, þú veist, yngri, löngu áður en þetta gerðist. Þetta gerðist þess 2008 og flyttum heim 2009. Þannig að þetta er, þú veist, fyrir löngu Áður. búið að gerast. Já, ég er svo búin að vera ljósmyndari með eitt auga heilengi. Ég hef ekkert viljað heldur einhvern veginn vera að tala um þetta. Afsakaðu mig. Já, að því að þú veist, ég vil ekkert að þetta sé eitthvað, þú veist, það sem einkennir mig, fattar ég. Nei. En En þú ert löngu búin að sanna það að þú getur klárlega gert þetta með einari. og sko, það var þetta gerðist náttúrulega úti og það var ljósmyndari sem var að stúdíu við hliðina á okkur sem var bara, sko, ég heyrði fólk tala um þetta á Íslandi, Já. á kaffihúsi, og þá heyrði ég út undan mér að það voru strákar að tala um þetta slys. Guð. Og ég bara, oh my god, það er að tala um tala um mig hérna. Og svo frétti ég af því líka úti, þú veist, frá vinkonum minni sem var að vinna hjá öðrum ljósmyndara, að það var verið að tala um þetta og setti þar líka að þetta hefði gerst. Já, þetta var náttúrulega bara, já. Þetta var náttúrulega bara, Stórmál, já, vesen. Og kannski líka, sko, að því ljósmyndarinn sem ég var að vinna hjá, hann var svo frægur og mikil stjarna. Að kannski fannst einhverjum eins og það væri, þú veist, nú er hægt að segja að eitthvað slæmt hafi gerst, eða eitthvað, ég veit það ekki. En pældi samt í því aldís, ég dáist svo að þessu við þig. Ég hef búin að vinna með þér bara síðan 2007, ég hef aldrei heyrt þig kvartur, aldrei. Þú hefur sýnt mér myndina á augunum sem er bara styrlasta mynd sem ég hef séð, mér langar að sjá henni ramma upp á vegg. Já, þá var verið að sko skipta hóttnefnu. Einmitt. Já. Og svo ertu búin að vera að fara til þess að lækna og þú ert að vinna sem atvinnuljósmyndari og bara að heimsmáli hverða og ég hef aldrei heyrt þig kvart yfir þessu. Þetta er svo ótrúlega fallegur eiginlengi, bara magna. Svo er ég bara hér að deyja í bakinu. En já, við kannski fáum þessa mynd, það er eiginlega gaman að setja hana með. Já, hún er mjög flott. Ég vil ekki að segja frá höllumyndunum, af því það er eiginlega kannski Hvað var það? Ég veit hvað höllu við erum að tala um. Já, af því að sko, ég er að taka myndir af henni þegar hún verður sérst forseti. Ég haf tekið myndir af henni líka áður en hún var forseti. Tók til dæmis covermyndin á bókin hennar, Hugrekki. Já. Og svo tók ég af henni þegar hún var sérst í kosningabaráttunni. Ég man eftir ég tókst mynd af mér og henni og Nei, Bjössi gerði það? Á okkur þreim saman? Já, Just Björn. Just Björn. Rándýr ljósmyndari tók á okkur, já. En hún tjekkaði á mér þegar hún er orðin forseti. Af því að það er alltaf teknar svona fyrstu opinberu forsetamyndirnar sem eru varðveittar. Já, og þær voru ekkert eðlilega flottar. Já, og eru í rauninni sko til dæmis fyrsta heimsóknin sem hún fór í sínu embætti var til Friðriks, þá Dana konungs, vina míns, og þá gefur hún honum mynd af sér, fyrstu opinberu myndina í ramma og æðislega fínt. Ég þarf eiginlega að panta svona mynd í ramma, af því það er alveg með skjaldarmerkin og allt, það er svolítið flott, sko, sem hún síðan gefur til aðra þjóðhöfðingja. En svo bara erum við að græja þetta og eigum bara góða stund þegar við erum að taka myndin. Harpa var að fara þarna, Harpa Kára. Og þetta er bara svona þægilegt. Og svo segir hún eitthvað svona, já, mér fannst svo vænt að þú geti komið og gert þetta. Vegna þess að þegar hún skoðaði yfir söguna, þá hefur aldrei kona tekið þessar myndir. Og hún er svo mikið svona, þú veist, áfram stelpur og áfram konur. Ég elska þetta. Þannig hún alveg bara, þú ert þess fyrsta konuljósmyndarinn sem er farið að taka þessar opinberu leiðtofamyndir. Vá, já. Þetta er geggjað. Og þetta var í rauninni, þú veist, það verkefni sem var í gangi af mér þegar ég síðan fyrir að sækja í efinni.
Mitt, og bara frábær lokaorð og frábær þessi forseti. Já. Man eftir, bæði forsíðan og bókinin er náttúrulega stórglæsileg. Hún algjörst töffari. Hún svo mikil töffari. Og svo er bara myndirnar að henni sem tókst af henni og þeim bara, ég er svo ána með hana að bara, ég er rosa ánað að komast með þetta. Já. En takk fyrir að koma, þetta er geggjur lokaorð. Herðu, Gaman að fá Aldísi. já, Litli meistari sem hún er. ég veit það. Kvartar aldrei. Nei, Bara, og frá ekkert mörgu skemmtilega að segja. hún hefur kannski aldrei sagt frá þessu sem auga þetta áður. Nei, hún Þetta var er svona, alveg- já, Magnað, en hún er alltaf löngu búin að sanna sem hún er að vinna með eitt auga bara guð minn í góður. 20 ára. Hún er eitthvað, náttúrulega veit þannig að- bara ekkert eitthvað að það verði eitthvað, Nei, hún er líka bara svo hóvar. Ég veit það. Ég fór með henni til Spána núna í viku. Ég meni, ég tala ekki við neitt jafn mikið og tala og allt þessi. Ég Nei. tala við henni marga klukkutum um dag. Segi það kannski ekki, marga klukkutum um viku. Já. En ég lærði nokkra nýja hlutum til mér í Spánaferðinni. Já. Fyrstlega var hún alin upp hana, hún kann spænsku. já, ok. Fóreldrarna voru alltaf farastjórar. Hún er ekkert að auglýsa neitt, skilur. Nei, ég Hún veit það. þekkir þetta svæði eins og lóan á sér. Og svo voru við leiðin í flugulinu og þá hittu ykkur gæli sem sagði, já, veistu, ég hef aldrei aðeins badminton saman. Þá var hún bara eitthvað badmintonstjarna. Oh my Og við erum að God. tala um svona afreiks, hún er alltaf best, Já. skilur. Hún er, en það fer svo lítið fyrir. Ég veit Hún er líka bestu ljósmyndir, en hún Já. er ekkert eitthvað að óta sér. Nei, það er bara, og dásamt að vinna með henni, hún Já. er bara, hún er æðisleg, Já, hún er gull af manni. æðisleg, algjörlega. En ég ætla að bjóða upp á ís. Já, teistast. Það er nýju sumarísinn frá MS. Hann er með mango, ástaraldinum, kókos og súkkulaðibitum. Nei, ha? Já. Ég sko Bara gæti ég fengið sólhlíf og sólklöru með þessu? Já, einmitt. Ha? Nú skulum við smaka. Þetta er sumar í boxi. Nákvæmlega sem ég ætlaði að fara að segja. Nei, það? Sumar í skál. Sumar í skál. Og hann er eitthvað fresh. Mælu með. Ég hugsa alveg um strönd, sólavörn og eitthvað. Já, díðuðu mín. Þetta er ógeðslega gott. Ha? Mér borðaði bara til þess hana. Það er rosalega góður. Herði, já, ég Sumarís frá MSIs. já, ég ætlaði að follow up til að ég ætlaði að eiga eitthvað inni með Giggo. Ok, Ég- tala þú, ég bara. Já, ég er endar ekki búin að auðlýsa til að hreinsa yngirslunni hjá mér út af dollu. Ruslagur. Já, við erum búin að vera svo lasin Já. fyrir mig. En ég mun reporta með það. En ég ætla að segja að við auðlýstum í vinnunni einsinni, vorum að losa og flytja lager sem vorum með Ha? og þurftum bara mannskap í það. Og auðlýstum á Giggo og fengum bara 4 geggjaða gaura, bara geðveikt duglega og bara, þú veist, þeir komum bara og unnu þetta verkefni sem við þurftum að láta gera. En svo vorum við svo ótrúlega ána með einn að hann er núna bara starfsmæður hjá okkur. Já, NTC. Reðan bara fulli vinn. Já, þannig að þetta gekk svona vel. Vá. Þannig þetta var, ég man bara eftir þessu, við vorum bara, þetta var svo stórt verkefni hjá okkur. Þurftu svo margar hendur og Giggo bara leta ekki á standa, bara eins og ég er búin að segja, þú veist, það er ekkert sem að getur ekki græja þetta gegn. Giggo for the win. Giggo for the win. Yes. Þannig að, já. Vá. Þannig að ég bara segja að þetta var svona, Þannig að þið bara tóku hann. já, við eiginlega bara tókum hann. Þetta getur ekki fengið betur meðmæli. Nei, einmitt, nákvæmlega. En Giggo er þess að app þar sem þú veist, getur, ef þið vantar aðstofi eitthvað, alveg sama hvað, þá getið searchaða inn á Giggo. Já, eða bara auðlist. Auglýst. Já, og Og svo þá- eru giggarar sem að sækja þá verkefnin. Já, það er alveg snill. Og svo líka ef að eitthvað vantar auka vinnu eða Já, getur skráð ykkur sem já, giggara. sem giggarar. Já, Þannig að snill. þetta er bara gott En í talandi um áttir. samstörf, að þið vorum að tala um samstarf í síðustu þetta, eða ekki? Hvað vorum við að tala eftir um? Var eitthvað að kolla með Já, úrin? já, úrin, já. Herðu, sástu okkar bestu hafa nýjast, ég kann ekki segja þetta. Já, hafa nýjas. Það er þess Havanæjas. flip-flops sem að ég held að allir eigi, ég á bara marga liti, ég nota þetta svo mikið Já, á við erum sumrin og allt í að orðinu. selja það í GS-skór. Þetta er þess flip-flops með svona bandamill tanna í svona Já, bara einhvers konar gúmmí svona, þetta er bara, já. En þeir voru sérst að gera samstarf með Ísabel Marant. Já. Oh my Já, god, veit það. sástu skóna? Ég sá þá. Ég var búin að sjá þetta áður en þú Ég sendi á mig. kjúllast. Já.
Þetta held ég mest með svona Bohemian, Isabel Marant, svona studs eitthvað. Já, stöds og ég held að sé svona silki eða eitthvað. Oh my god, já, það Very er bara nice. gangið þeim vel sem langar að fá sér svo skó Ég þegar held þeir að- settist upp á ljósræða. Já, ég efast að sé hægt að fá það. En mér finnst svona samstöður sem ekki snild, mér langar til að sjá þetta meira í Íslandi. Mér finnst þetta bara að því ég fór í viðburð í síðustu viku hjá hérna Fíl Æsland og Já. Lóa Nordic, þetta er svona ný vítamín hjá henni Hrönn, mér náttúrulega bara snillingur. Og hún talaði svona aðeins áður og hún sagði skilur og hún gerði til dæmis hérna, hvað heitir drykkurinn, Kollab? Já. Það er samstarfi við hana og núna er hún gerir Lóa Nordic í samstarfi við Bónus og Hagkaup, þú veist, og mér er svo flott að sjá svona flott fyrirtæki vinna saman og það alltaf í mér er svo ríkt að gera allt einn þetta er eitthvað sem ég myndi alveg að sjá meira af og þegar ég sé að svo mikið gert erlendis ég bara, Akkúrat. mér finnst þetta ótrúlega svona flott konsept, þú veist, við erum með sikkur styrkleikana, þú veist, annari dreifingaraðli hinn er að skapa, þú veist Emmitt. og bara já, ég veit ekki, ég bara ylsi eftir fleiri íslensku samstörum, Já. bara í alvörunni Já. mér finnst þetta bara mjög cool en mér langar líka rosa mikið í þessi sandala það er 39 og einhver ánættjók rókislega flottir. Ótrúlega flottir. Já, kláruðist þeir ekki bara strax? Jú, ég veit að Ísabella var að reyna að retta sér þessu og senda ykkur vinkunni sinni í búðinni í Kaupmannahöfn og þetta var bara, Þetta var bara, stríðsástand já, sem ég. emmitt. En já. Trúið vel, hefur sjúklega flottir. Já. Og síðan hérna, hvað ætlum við að tala um eftir, Maja? Þú ætlaðir að segja okkur frá uppáhalds einhverjum nýjum Blue Lagoon Skin Science. Þetta er alltaf ekki nýtt. Á ég að segja Nei, það núna? nýtt sem þú ætlar að segja okkur frá. Ok, ég er nefnilega, þú veist, ég er svo, leggst svo vandræðilega mikið á sortir, skilur og ég hérna, er bara búin að vera í hérna æserumunu og serumunu bara, og þú veist, mér finnst það bara ógeðslega góða vörur og þá bara velja það alltaf fyrst, þú veist, og allt er góðu, þau eru líka æðislegar. En svo var Anna Fríða hérna, hún sagði að sitt uppáhalds væri hérna retónuli og ég átti það heima og var búin að prófa, en var ekki búin að nota það svona að staðaldri. Þannig ég fór aðeins að gera það eftir þáttinn með henni og þetta er rosalega góð vara, hún er svona virk. Já, en er þetta eitthvað sem þú mátt nota á hverjum degi? Nei, það er svona mælt með að nota hann 2-3 viku Akkurat. fyrst. Já. Og þetta er fullkomin vara fyrir konur á breytingarskeiðs aldri, eins og við. Og hérna... Það er nú eitthvað annað samtal sem við þurfum Við að taka. erum að fara að taka, ég veit að þetta er problem hjá öllum konum á okkar aldri. Já. Þú veist, fara allar konur breytingarskeiði frá 37 til 60, einhvers staðar á því ári, því bili og þetta er 10 ár. Þannig að bara... Já, það er efni heila þáttu, jafnvel 2, en allavega við líka ætlum að taka þetta er það fyrir ekstra gott fyrir konur þeim aldrei því að þú veist, þá fyrir kollageni að minki húðinni og þetta endur nýjar kollagenið og svona endur nýjar smá húðina þú veist, þannig að það er kannski þessna sem að frá vallega að Já, nota á hverjum einmitt, degi. maður hefur heyrt að maður eigi ekkert endilega að nota retinól allar daga. Nei, og svo bara nota þetta á kvöldin og alltaf nota sóluverð náttúrulega á móti eins og allir vita. En þetta er 0,3% retinól í þessu og þetta er mjög ríkt af A-vitamin sem hérna, bæði jafnar húðlit og minnkar pigment. Færð þú pigment núna? Það er nýtt hjá mér. Já. Færð svona eins og svona eldri borgara, svona riðbletti. Ógeðslega leðalegt og ég er sko búin að fara á húðlæknistöðun og láta taka eitthvað 2. Ok, En er alls það þá svona... Það er svona eins og litafrumna sapnist saman, þetta er ekki einmitt. beint fæðingablett Nei. svona starra, en þetta er ótrúlega gott á þannig, Já. þannig að ég mæli með. Ok, áhugavert. Já. Hérna, já, ég ætla að vera með fyrir þig. Ég þarf að finna þetta hérna. Sem sagt, ég ætla að nefna nokkuð trend Ok. og þú átt að segja hot, not eða jail, eða semst fangelsi. Ok, já. Það er bara, semst, já, bara læsa það Og það inni. er fangelsi, er það þá... Þá áttu bara langt Hell að no. læsa það inni og bara, bara not. komist aldrei út. Já. Bara fyrir morða yfirlöður að Ok, þig. ég held sér ókslega léli svona, en ok, hot, not or jail, ok. Já. Lóra Gallabúsir. Lóra Skallabur sem hefur fyrir jail í mínu vegna, sko. Já, ok. Leopard print. Jail. Ha? Ég get ekki leopard print. Ok, ég ætla að segja not. Andrea, Ég fíla það ekki, en þú er oft gert kjóla úr ég veit að þið elskit allir nema ég. Þú sér mig ekki í þessu. Ég held ég hef eitthvað tíma að segja því ok, leopard kannski print. einhvern En tímann. jail? Nei, ok, not aðeins á fyrir okkur. mig, en leopard print er alltaf vinsælt, ég veit það, alveg svo bleikt. Það kemur rosalega upp og niður. En mér er bara leopard print koma annarkvært árin. Já, kannski. Já. Annarkvært, þriðja Það er rosalega vinsælt, ég En, veit það, og ok. ég ger þetta, Já. en ég er ekki sjálf að nota það mikið. Ég veit að konur elskir þetta. Jail fyrir mér. Já, fyrir mig persónulega. Já. Oversized blazer.
Hvað áttur að vera? Hot. Ég ætla að segja já. Hanna ballet flats, Hot. kargobuxur, Hot. fake designer töskur, Jail. Fræl nú. Hanna allt svart, all black outfits, Not. öx á almannafæri, Bara hot. já. Matching gym sets, Hot. silfur eða gull. Það er ekki hot eða nátt, þú ert að segja annarkvort. Ég má segja bæði. Já, má Mér segja slótt að bæði. blanda því. Eins og þú ert að gera í dag. Já, hérna fur coats, Ekta. Not. faux fur, Hot. denim on denim, Hot. já. Canadian tuxedo, eins og það er Hot, kallað. hot, hot hesti. Hérna slick back bun, Hot. Halló. Yes. Ég er búin að vera samt geðveikt duglegur með slæði hára undanferði, bara að segja. tattoo, Not. ætlar ekki að segja jail. Jú, eiginlega. Ok, Ég er bara fíl ekki tattoo, en já. nei, ég er Ekki fyrir mig. Ég er bara með 16 tattoo. Já, ég veit, ekki fyrir mig. Þetta á ekki að segja frá mér. Jú, ég er bara að djóka, ég var ekki móðgust. Nei. En hérna, matching per outfits, eins og þú og Óli væri bara alltaf klædd svona eins og David, hérna og Victoria Beckham. Sko, ég var smá til í það, en Óli aldrei, þannig Nei. ég held ég verið að segja not. Já, það er allan ekki jail. Nei, Brúnkusprautun og aflitahár. bara jail. Saman. Jail. Og ef það eru augnar líka, þá bara jail og henda lyklinum, skilur. Nei. Ok, þessi liður er búinn. Nei. Vann ég, joke. Já, þú eiginlega vannst. Þú sagði jail svo oft. Já, Hérna, herru, ég er með töðotn. hvað er myndið þannig? Ég veit ekki hvað er að gerast fyrir mig, ég er bara ekki töða yfir öllu. En þú veist, það sem ég vil töða yfir í þessu þætti, það eru opnunartíma sundluga. Eigum við eitthvað að ræða þetta? Nei, þetta er svo leðilegt. Sko, þú veist, fyrir mér er þetta svona líðheilsumál. Æ, fatti, það, til þess að spara, að þá er búið að, hérna, minka opnatíma á sundlugum. Þú veist, annarkvært áður opni setna eða loki fyrr. Þú veist, eins og á virkum dögum var alltaf op til 10 lögum, nú er, þú veist, er bara op til 9. Þú veist, í einhverjum lögum og mögulega einhverstað búið að breyta því. En eins og á dögum sem þessum, bara eins og í dag, þú veist, að því það er annar í Hvítasunnu, að þá opnar sundluga klokkan 11. Mér er svo seint. Þú veist, að því að svona eldra fólk og svona, þú veist, það eru bara allir sinni rútinu og eitthvað svona. Og það er eitt sem ég finnst, að því að svo hefur verið að hækka bílastæðagjöld allstaðar. Þú veist, eins og ég er búin að töðu yfir líka. Þú veist, það er verið að rukka minni götu 7 daga vikunar til 9. En byrja á ekki að fara að rukka í kringlinu og eitthvað svona líka. Er það ekki ykkur umræða? Hefur heyrt það? Nei, ég hef ekki gert það. Við vorum með að pæla í þessu við aldís þegar við vorum út á Spáni. Já. Það kostaði eiginlega hvergi að leggja. Nei. Nei, ég veit það. Já. Ég veit það. En sko, þú veist, ég auðvitað má alveg rukka, en þú veist, mér er bara eins og til dæmis í götunni minni að það sé bara, ég get ekki haldið barnámalega eins og fólk þurfa að borga í bílastæði. Þannig að ég bara segja að þeir eru að fá inn peninga ekki stöðar á móti. Mér finnst þetta allan svona líðheilsumál. Og svo er ég með á móti í Hafnarfirði, kostar ekki að leggja. Hvergi? Nei. Og veistu hvað, það er rosa dýrt fyrir mig, til þess. Af því að það sem gerist þá, að fólk er bara að koma kannski og leggja og fara til tenni, skiljum með rútunni þaðan, fattaru, að það er svo dýrt að leggja í Keflavík. Og ég er að sjá bíla, leggja kannski vörubílum heila helgarnar eða, og það er líka vandamálið, þar er ég að reka verslun og þessi stæði þurfa að vera hreyfingu. Já. Þannig að ég myndi helst vilja, og það er búið að vera í pípunum lengi, að setja upp að kosti þessi frítt í 3 tíma og kosti svo. Þannig að fólk sé ekki að skilja bílinn sem bara eftir. Já, einmitt. Þú veist, minnst það allt í lagi. En það er alveg mörgur stöðum þannig. Þú veist, erlendis. Þá er það bara einmitt að... Þá er það ekki gert endilega gróðaskinn eins og við erum að gera, finnst mér hér svolítið. Einmitt. Heldur bara til að, þú veist, að fólk sé ekki að taka stæðin í gíslingu og setja hjólhýsi sitt eða eitthvað, skilur. Algjörlega, og mér finnst ekki að ég vera frítt að leggja. Mér er svona kannski líka bara að meta eins og bara íbúðahverfið það sem ég bý, að það sé ekki bara 7 daga vikunar frá 9 til 9. En það var ekki í dag. Nei, það er að því að það er frítagur. Já, ég ætlaði að borga og það kom bara á appinu hjá mér að það heyrst ekki. Já, einmitt. En ég er sammálaður. Nei, og líka sko, annað líka sem ég vildi segja, þú veist, að laugarnar er alltaf lokaðar í ykkur vikur á sumrin. Ég veit það. Það er út af því að þeir hafa þurfa veðrið til að gera viðvæntanlega. Já, en ég meina... En já, ég veit það. Já, en byrju það er samt alveg ágætt veður, þú veist, í... Apríl. Já, til dæmis. Kannski ekki alveg, áræðanlegt. En ég hef einu sinni farið
með Aldísi fyndið, að því hún var hérna, þá vorum við að keyra og við vorum að taka myndir eitthvað staðar og hún sér allt hennu, hún bara herði Laugardalslaugar tóm. Ég eitthvað, hún já, mér eru alltaf langað til að taka myndir ofan í lauginni. Ég eitthvað, ok, en smá skrítið, en já. En hún bara tæmdi 8 ára fresti, segir hún eitthvað og neglir fyrir utan Laugardalslaugar og svona bara farin inn. Ég býð til bíl og og þá, svo kemur hún útkontu og næsta sem ég vissi, ég var bara á pinnahælunum onni í djúpulauginni. Nei, en fekk hún bara leyfi til að gera það? Já, tók ógeðslega flotta myndir, en hún var bara, þetta bara svona now or never dæmi, þú verður bara að vera mótilir, skilju. Ok, þið grættu allan á þessu lokunum þarna. Já, þá grættu við, en ég sammála þetta er mjög leðilegt að þetta er oft í frekar langa tíma í einu. Já, nákvæmlega. Og þetta gerist líka upp í Bláfjöllum. Er það? Já, þá er að vera að spara mitt í launakostnað og það er rosalega oft helgar þegar fólk er í fríi, þá loka 5. Já, það er ekki opið fram á kvöld og þetta er ekki það margir dag sem maður getur skíðað. Þetta er sama. Já, þetta er svipað dæmi. Þetta er pottþétt út af launum. Já, einmitt, en þú veist þannig að það sem að maður spyr sig hvar á að spara. Getur ekki nota bílastæða rukkarinnar í þetta? Já, nei, það er það sem ég er að segja, ef við að spara á réttu stöðum, af því að þú veist, einmitt eins og fyrir, þetta er bara svona heilsu eflandi fyrir marga að fara í sund og kannski líka eins og mikið eldra fólki, það er bara með sína rútinu og þú veist, mér finnst þetta svona daldi. Og svo veist mér unga fólki eitthvað rosalega döglegt að segja þetta, mér finnst krakkarnir mínir alltaf verið í sundi. Já, bara sama sko. Taka sánu og sund og eitthvað. Já, og svo bara eins og til dæmis í Vesturbæjarlauginni í síðast sumar og ég veit ekki hversu oft henni var loka aftur að því að var ekki mála rétt og málungi flagna af og það glemdi að gera þetta og glemdi að gera hitt og maður hugsa með allir tíma sem var loka, þú veist það þyrfti ekkert endilega kannski að loka aftur í sumar, en það verður gert. Það verður gert. Elskan mín. Hvað gerir þú með hann? Þú náttúrulega kennst nú ekki sund út af puttunum hvað sem er. Nei, ekki tíma núna. Nei, þá fer maður bara ykkur aðra lög, ég er ekki að segja það. En Ísabella spurði mig bara hvað gerast fyrir Mæju og ég var bara, að því hún fór ykkur að veistlu sem einhver sagði við hana, já, Mæja áttu að vera en hún er lasin. Já, einmitt. Já, Frank og Sara. Já, og þá var ég að segja, það er náttúrulega engin annar en svona ljóninni chihuahua hundur sem getur fengið sér sápun á baði og mist putta næstu, eða nögl. Já, þú veist. Ég sé því anda, hvernig gekk þér? Ég bara einhvern veginn, en sko, svo var ég líka að tala við, held ég, Silvíu vinkuna eitthvað svona, bara því að, sko, ég hef verið mjög heppin undanfarin ár, ég er ekki að ná mér í þessar basic pestir, þú veist, það bara liggja allir með influensu heimi á mér og ég er alltaf last man standing, bara svona, þú veist, og þannig að ég, en þú veist, ef að ég verði eitthvað veik þá er eitthvað svona, það er eitthvað svona sýkingu þetta. Já, fríki eitthvað svona, ég var þó með hendurnar nöglinasti af, fæ sýkingi hana, fæ hita þú veist, það er ekki svona basic bara já, hún með flensu. Nei. Það er eitthvað neginn ekki. Nei, ég er búin að hafa smá ágjörðir, eins og þú veist, ég er alltaf hengja að tjekka. Já, eða ég er einhverjum aðgerðum út af einhverju, þú veist, ónýtum brjóstapúðum eða þannig. En heyrðu, ég spurði chat með dýrin líka. Það? Já. Veistu annars vera en ég? Nei, eiginlega ekki. Ha? Já, ég ætlaði nefnilega að segja að mér finnst þetta dálítið magna að sko, þú varst eiginlega bara köttur, ekki inni köttur. Nei. Köttur, elegant, estetísk, vel vandlega hvað hún gefur orku í, þetta er þú. Og og refur. Í alvöru? Já, það var sama. Og ég bara lýsti okkur báðum. Herðu, en hjá mér þá kom border collie. Vinnuhundur. Klár. Þannig að Ég var náttúrulega að reyna að æsa þig. Ég veit það. Það er ekki erfitt. Nei. Herðu, og svo var kólíbrifugl. Já, hann sagði líka mig, ég bara hafði það ekki með. Besta dýrið! Það var svona vinnusemin, alltaf. Það var alltaf fullur, hröðviðbröð, mikil orka, flýgur á milli verkefni eins og ekkert sé, smá chaotic. Smá. En heitlandi. En hann sagði líka við mig, vá, ok, prófa að gera þetta með chat, þetta er mjög skemmtilegt, þetta er mjög heitlandi, ég er saman því. Já, einmitt, nákvæmlega, þannig að ég fekk svona góða Engin tjú á það? Nei! Og engin helvitis froskur að dæfa Nei, það var líka, ég ætlaði að æsa þig. Ég veit það. Það var planið, ég var leðilega. Ég bara er ekki búin að sofa vel eftir að þú sagði þetta við mig. Nei, ég er að tjóka. Ég vissi þetta. En herri, mér langaði að segja frá Real Housewives. Ok. Þættin eru búnir. Give me the lowdown. Fucking drama, afsakið orðbræði. En maður spyrja á þér, hafðu þér gaman af lúnst? Já. Þetta er ógeðslegt að maður hafi gaman að drama. Er þetta ekki smá addictive? Jú, mér langaði að vita hvernig þetta endar, þú verður svona forvitin.
En svo fyrir ég að stúdra hvernig þetta er gert, sérst Bravo með þessa þætti og það er erfitt að komast þarna inn. Ég held að þetta sé rosalega vel borgað. Já, að vera Real Housewife. Já, allavega þau eru búin að vera í ykkur tíma. Og þeir stilla þeim smá upp, þeir búa til þetta drama. Af því að ef það er ekki drama, þá er enginn, ef það verður allir að slá glaðir, þá er ekkert áhorf. Nei. Þannig að þær þurfa að vera svolítið svona clickbaits, það þurfa að vera öllum svona fréttamiljum, það þarf að vera að tala þær á Instagram og TikTok og eitthvað svona. Og þannig að þær þurfa að spilla öllu tíunni sínu til að fá að vera með. Þú getur ekkert bara verið, ég ætla ekki að tala skiljaði minn eitthvað, þá ertu bara ekkert að fara að vera með. Nei. Þannig að þeir fá þær svolítið svona til að þetta er smá nesti og þeir stýri sig og þeir bara, jæja Maja, nú fyrir þú heimsækja Andri og þú átt að spyrja hann þetta. Þeir eru að búa til, svo taka þeir upp eftir á, þá taka svona one-on-one viðtal bara og þá er þeir bara með spurningar og hvernig fannst þið þegar að Dorit gerði þetta, Dorite, hvað sem heitir hérna og svo er það klift inn í, þannig verður allt vitlaust, skilur. Oh my god. Já. Og svo er þær sem þær þurfa sem að berjast fyrir sætinu sinu og fá að halda áfram að vera í þáttunum. Þannig að það fær enginn að vita fyrir svona smá last minute hvort hann fá að vera í næstu seríu eða ekki. Ok, en allir það sé þá ekki bara einmitt, er mörgum skipt út í hverju sísón eða er ekki alltaf sama kastið? Það er alltaf eitthvað sama og það er til dæmis, ég sá í gær á TikTok sem ég veit ekki hvort sé 100% staðfest en að þær verða áfram hennar Kylie Richards, Erika, Sutton, Bose og hérna Rachel Zoe. Þær verða áfram. Svo er sagt að Amanda Francis skrifaði bókina hennar Manifesturinn, að hún fái sennilega boð en mjög líklega til að segja nei. Nú, ok. En svo er búið að setja Dorit á svona pásu. Hún náttúrulega var eins og crazy chihuahua í þessari seríu. En er það ekki gott? Jú, en hún var bara orðin svona smá leiðileg og svo er það ofta á Facebook að spyrja fólk hvort það vilja hafa hana og það er bara allir nei, bara allir svona... Og komið ógeð á hana kannski. Já, en þú veist, ég held er mögulega pásana, en svo koma 2 nýjar inn sem ég er bara, what? Það er Emma Green sem ég er alltaf að tala um. Nei. Jú. Herðu, hún er vist heilina bak við Skims og allt það. Hún er bara eitthvað humongous fyrirtæki. Hún er ekkert bara með eitthvað podcast. Sko. Nei, einmitt. Og svo eitthvað Lori Loughlin. Ég veit ekkert hvað það er. Ég þarf að googla það. Ok. Það er örugglega Ætlar þú ekki að horfa á næstu seríu? Jú. Þú þarft að taka þetta, One for the Team. Já, ég tek þetta. Já. Þannig að það er það sem ég ætla að segja Real Housewives. Yes. Hérna... Ég ætla að spyrja þig. Já. Hvað ætlar þú að fara ykkur útilegur sumar? Herðu, já. Ég fer með Óla á pallbílum hans með pallbílatjaldinu. Já. That's it. Já. Og er þið búin að ákveða eitthvað? Við ætlum að fara vestur. Ég á frenda fyrir vestan sem er með þau eru með kaffús á bæ í Breiðadal. Rétt hjá bara til er held í Flatir en alveg við göngin það sem að keyra til Ísafjarðar og hún er með æðislegt kaffi sem heitir Kaffi Sól, mér langar svo að heimsækja þau. Já. Og svo langar mér alveg pott fyrir allavega eina nótt í Þórsmörk og ég veit ekki. Og þá gistið bara hérna í pallbílnum? Við gistum á pallbílnum. Já. Kósi. Það er eina tjaldi sem ég fer í. Já, nákvæmlega, við erum náttúrulega alveg búin að fara yfir hérna útilegu söguna mína en ég er ekki að fara í neina útilegu. Ert þú ekki að fara neitt? Nei, ekkert í eitthvað útilegu, en örugglega eitthvað út á land. Já, ég er aldrei að fara að gista á eitthvað svona tjaldsvæði eða eitthvað þannig, ég er ekki. Nei. En ég er nefnilega því að já, ég held þú hafa reykt við vorum að tala bílan okkar og ég var að segja og ég man ekki hvort það hafi komist í þáttinn en bara þegar COVID kom og við fórum hringið með strákana þá keypti Ari mest spens bílinn sem við erum á núna GLC og þeir voru að auglýsa nýjan og ég er ótrúlega, mér langar dálítið að þú veist við þurfum að fara mögulega að uppgreita að skipta yfir í hann er svo fáralega öruggur þessi bíll. Já, þetta er æðislegir bílar. Þess að finna hvernig maður vel þessi bíl eftir hvað maður er í lífinu. Þú ert svona starri bíl en ég. Þess að finna hvað þetta breytist hratt. Maður er með bílstól og þú ert að pæli yfir óksluður eitthvað bíl, börnin aftur í, bara allt sem áttir í bílnum, það skiptir máli. Og svo allt einu fann ég sjálf á mig einhvers staðar sem að ég var bara alltaf ein. Og allir komin bílprófun og kaupið sína eigin bíla og veistu, ég er bara mestalega með kókó. Já. Þannig að þú veist. En þú ert á rafmagnsbíl? Já. Já. Hvað heitir hann aftur? EQA. Já.
og farðu svona hleðslukvíða? Nei, aldrei. Nei. Ég hleða hann bara max 2 í viku. Já, ok, það er geggjað. Þeir eru náttúrulega, þú veist, mest Benz eru náttúrulega bara mjög þekkti fyrir... Þeir eru langdregnir. Já, og bara hvað þeir eru framalega í rafmagnsbílum og tækninni sem henni fylgir. Já. Þannig að, þú veist, og ég held að áður en langt líður getur þú farið bara hringir ykkur landi á rafmagnsbíl frá þeim, sko. Já, og líka bara það eru hleðslustöðar út allt og það eru þessar hraðhleðslur. Já, einmitt, og þeir eru alveg þekkti fyrir að vera með svona mikla dragni. Þannig að, en ég veit ekki hvort að, ég þarf eiginlega að skoða hvort að GLC nýja. Ég held að ég verði alltaf vilja fá mér hybrid samt, að hafa optionið að báðum. Ég meina, ég bara, leil sem gera taka bensín, mér finnst þetta svo mikið snillt. Já, ég veit að Ari sé alltaf það. Þannig að það, ég er ekki að setja það fyrir mér. Nei, ég var bara að spá. Mér finnst líka bara, þú veist, að keyra þá, miklu fljótari, þú veist, að fara hratt. Skilur, þú veist, að kippa strax í, skilur, flýtar henni hratt, hringtorka eða eitthvað, veist ekki. Ég fann svo mikið mun þegar ég fór á bílinn út á Spáni, því hann ég man ekki hvort hann sé dísilbíl. Þannig svo lengi að fara hratt, þú veist, þú veist að drífa það inn. Já, en með rafmagnsbílinn það bara... En svo fljótur. Já, einmitt. Það er ekki vél sem þarf að, eða þú veist, þannig, eða þú veist, ég veit ekki út af hverju, en ég er ekki bílavirki. Jú, bílavirki í fljóðverku. En já, en ég held að sé bara ekkert meira hjá mér. Nei, þráhyggjuvikurnar. Ég bara hef ekki haft tíma til að hafa neina aðra þráhyggju nema bara hvort að ég sé með hita þennan dag eða ekki. Já. Ég er mjög boring. En ég er líka rosalega boring. Já. Bara öðru leveli. Ég er bara... Hversu miðaldra eru við? Nei, sko, bara hver fatta upp á þess að þetta væri gaman, sko. Nei, alveg nei. Hvað? Bara, þú veist... ég skal bara segja það. Ég er bara búin að vera í henglum, einhvern veginn. Bara ógeðslega svona styrð í liðum, bara eitthvað illt í bakinu... bara, þú veist, að hafa allavega að komast í þessa pinnæla sem ég er í, þú veist, ég veit ekki ekkur ég er í þeim, ég fyrir úr þeim leið að þátturinn er búinn og bara, þú veist, það er greinilega að bæta með einhverstaðar í vítamínum eða hormónum og eitthvað og mér finnst bara að ég þurfa að læra all lífið upp á nýtt á þessu aldurskeiði og ég er alveg bara, þó að þessi tískuþáttur, þá er ég alveg bara langar ógeðslega að fá eitthvað sem kann þetta betur en ég sem væri til hjálp okkur, ég veit alveg að fullt af hlustundum okkar eru á sama stað. Við munum alltaf hafa eitthvað tísku tengt í þættinum. Já, það er tískuþáttur. En ef við ekki bara gera könnun á Instagram, vill fólk að við dýpdæfum aðeins inn í breytingaskeiði? Já, bara hvað þarf maður að gera þegar þú veist, það er ekkert bara eitthvað eitt. Nei. Þú veist, það er ekkert nóg að fá bara estrogel eitthvað, þú þarf líka að vera úrslitul, taka D-vitamin og þetta og svo bara er svo ógeðslega mikið til öllu, ég veit ekki hvað er gott og hvað er ekki, mér langar bara að fá eitthvað hérna sem segir okkur bara hvað við gera, við auðlýsum eftir það ekki? Jú, og við setjum könnun en við lofum alltaf að hafa líka tísku það er tískuþáttur en það er tísku að vera breyðiskeiðinu það verður að vera, það er no way out allan á okkar aldri, okkar kynslu það er tísku að því að það er nánast allir og líka bara það mun allir lendi í þessu, það er ekki eins og einhver sem fara að sleppa við þetta. Nei, það er bara fínt að vera vel undirbúin. Ég segi það. Ekki lokaorð. Já, arrivederci. Stílbrot er í boði Mercedes-Benz, Vitamin Well, Blue Lagoon Skin Science, Giggo og MSIs.